Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Það eru forsetakosningarnar, við höfum fjallað það með ýmsum hætti hérna við rauðaborðið. Svona undanfarið þá höfum við fengið frambjóðendur hingað til þess að koma og ræða það sem við kannski metum vera þeirra svona helsta innleggin í umræðuna. Hérna á eftir ræði ég við Höllu Hrund auðlindamál, í gær ræddi ég við Jón Gnarr leiðindi og svo framvegis. Hugmyndin svo að auðvitað eru forsetakosningarnar atvinnuviðtal langt, en þetta líka fólk sem að koma og að ræða samfélagið okkar, og það sem okkur langar til þess að gera svona í þessari sirpu að taka það bara alvarlega og ræða við frambjóðendurna hvað sem að þeir telja vera mikilvægt. Halla Tómasdóttir hingað komin, og þegar maður svona horfa yfir það sem að þú ert að segja, þá svona þráður í því sem eiginlega, ég veit ekki hvort að ég kalla það ósk eða svona einhvern andlega vakningu eða einhvern veginn, þannig að við horfum öðruvísi á samfélagið, á hlutverk okkar í samfélaginu, horfum öðruvísi á fyrirtækin, til hvers eru þau rekin og hverju mega þau að þjóna, og líklega sama með stofnanir ríkisins. Þetta er svakalega stórt orð, andleg vakning. Það er svakalega. Þetta er svo mikið. Já, það er stórt orð, en það er ekki fjarri lagi, þó ég hefði kannski ekki notað það orð sjálf hingað til, en ég hef verið að tala um það að ef að við, manneskjan, erum ekki á góðum stað, ef að andleg heilsa okkar er ekki góð, þá verður samfélagslega heilsa náttúrulega ekki góð, og þá er rosalega erfitt að takast á við þær umbreytingar sem að ég tel að núverandi bara staða í heiminum og staða í okkar samfélagi kalli á. Og þú ert að tala um að við séum eins og við séum á alvarlega rangri leið, og það birtist líklega í vansæld og ennmennarleika sem að við þekkjum, en alveg yfir í stríðsátök í heiminum. Já, ég er að tala um bara þetta allt, og ef maður bara, ef við byrjum að þess að taka stöðuna af hverju ég er hugsi og í raun af hverju ég tek þá ákvörðun að bjóða mig aftur fram, ég er að horfa á hluti eins og unga fólkið okkar er að segja okkur, eða við erum bara að sjá að það er tvöföldun á kvíða og þunglyndi, ríflega það í sjálfsskaða og sjálfsvígum á mjög skömmum tíma. Þannig að þetta eru alvarlegi hlutir. Við erum að tala um það að meira en þriðjungur af eldra fólki er að segja okkur að þau séu mjög einmana eða alvarlega einmana. Og ég heyri það bara þegar ég hitti bæði unga fólkið og eldra fólkið okkar að eldra fólkinu finnst að vera afskipt, unga fólkið er að missa trúna á framtíðina, og allt þarna á milli heyri ég allt um það að fólk sé að brenna út eða finnur ekki tilgang með sinni vinnu eða sínu lífi, og við erum með stóra og vaxandi jaðarhópa og hópa sem að finnst það ekki tilheyra samfélaginu, allt frá innflytjendum eða nýjum Íslendingum eins og ég myndi kjósa að kalla þá, í fólk sem að fer út af brautinni vegna neyslu eða andlegra veikinda eða einhverju slíku, eða jafnvel að það lendir í fangelsi og finnur ekki leiðina tilbaka og svo framvegis. Ástæðan það er eitthvað að samfélagsgerðin okkar. Ef þetta væri persónulegt vandamál hvers og eins, sem þetta náttúrulega er að hluta, þá væri þú líklega bara að opna sálfræðistofu. Þú ert að fara í því, þannig að þú hlýtur að vera með þá hugmynd að það sé eitthvað í samfélagsgerðinni sem að veldur þessu. Akkurat, og ég held að það sé mjög erfitt að aftengja hvernig okkur líður sem einstaklingar, og hvernig okkur líður á vinnustöðum og hvernig okkur líður í samfélagi og hvernig okkur líður í heiminum. Ég held að við séum öll þáttakandur í öllum þessum kerfum. Okkar innra kerfi, okkar svona vinnustæðamenningu, okkar samfélagsmenningu og svo hvað er að gerast í heiminum. Og ef við förum bara inn á þetta, en ég vil byrja inn á við og fara þaðan upp í heimskerfin. Ég var ekki alltaf þarna, Gunnar Smári, ég var svolítið bara frá því að frekar ung, mér langaði að breyta heiminum. Og það tók mig langa vegferð að átta mig á ef þú ætlar að breyta heiminum, þá byrjar að vinna með innra heiminn þinn. Þú verður að vera í lagi og þá getur þú haft í ákvað áhrif á fólki kringu á þínu vinnustað, í þínu samfélag og jafnvel í heiminum. En samt þetta segja það að vondur heimur eða menning í einhverjum milligötum, hún getur breytt okkur. Engin spurning. Og hún er að gera það, og ég held að það sé af ýmsum toga, og ég skrifaði bók í fyrra sem heitir Hugrekki til að hafa áhrif, og það var nú ekkert tengt þessu framboði, en ég gerði það vegna þess að bæði hef ég bara persónulega farið í gegnum heilmikið ferðalag, og þegar
Já, ég uppgötaði heilmikið árið sem að ég var 40 og aftur árið sem ég var 50. Ég vil meina lífið sé svolítið til þess að hjálpa okkur að þroskast og vaksa. Og mér langaði til að gefa það af mér því að ég hefði gjarnan viljað að einhver hefði hjálpað mér með þetta fyrr í skólakerfinu eða á vinnustöðum eða annar staðar. Það var bréf til Höllu tvítugurar. Já, kannski, að einhverju leyti og allra þessa tvítugu aðilar sem oft hafa samband við mig og biðja ráð og en ég reyndi svolítið að fara inn á þetta allt þarna því að ég hef fundið fyrir því bara mjög langan tíma, Gunnar Smári, að við erum ekkert það er rosalega erfitt ef við búum í heimi þar sem við höfum ekki trú á framtíðinni og ég heyri þetta bara frá að því að nú á ég ungt fólk og mín börn eru 20 og 22 ára og í mínum störfum hjá B-Team hefur við unnið mikið með næstu kynslóð, alltaf reynt að fá þau að borðinu. Ég heyri bara trú þeirra á okkur sem að förum með völd og áhrif í samfélaginu og á kerfin sem að byggja upp okkar samfélag, hún hefur bara dvínað hratt og ég held að við sjáum þetta í trausttölum sem eru lágar og búin að vera lágar í langan tíma. Og ekki síst á Íslandi. Ekki síst á Íslandi, trú okkar á stjórnvöld, trú okkar á fjölmiðla, trú okkar á viðskiptalífið ef við notum svona stóra. Svo þessi mikið traust á Íslandi á milli fólks. Já. Það er sko samfélagið, það verið svo, það sé ekki einskadað en svona trú okkar á formlega samfélag. Á stofnanir samfélagsins og það eru við reyndar að sjá í löndum allan heim. Og ég held að þetta sé afleiðing af mörgu en ég held að efnahagshrunið og það samfélagshrun sem verður í kringum það, ekki bara á Íslandi heldur allan heim, eigi sinn þátt. Ég held að heimsfaraldurinn hafi ýktað en þarna á milli held ég að stærsta vandamáli sé að okkur tekst einhvern veginn ekki að fara í umbreytingarnar sem ég tel orðið mjög mikilvægar, að þessi nýja hugmyndafræði sem þarf að koma inn í staðinn fyrir Milton Friedman hugmyndafræðina að eini tilgangur fyrirtækja sé að hagnast á kostnað hvers sem að eini tilgangur stjórnmála sé að rífast hvað sem að eini tilgangur okkar sem fólks sé að þéna launatekka en að við þurfum engan dýpri tilgang en það með líf okkar. Ég held bara á öllum sviðunum séum við að það skorti svona áherslu á tilgang sem að gefur okkur, það sem að ég held að segja okkur manneskjunni eðlilegt, tækifæri til að tengja betur við okkur sjálf, við annað fólk og við eitthvað, æðri tilgang. Það eru margir sem að getur sagt sem að svona samfélagssáttmáli eftir stríðsáruna hafi verið að við ættum að stefna auknum jöfnuði, lyfta upp fólki sem höfðu áður verið sko jaðarsett og eitthvað fleira, mikil mannréttinda barátta sem átti sér stað þá. Síðan fáum við nýfrjálshyggjuárin, þar sem að sko samfélagssáttmálinn það að við kannski ekki að lyfta hinum veiku, heldur að aðstóða hinn ríku sem að muni færa okkur hinn allra bestu framtíð. Þetta hrundi náttúrulega 2008 og nú erum við á tímum sem við stundum verið kallað bara svona eftir nýfrjálshyggjutíminn og ástæðan fyrir því að menn segja það vegna þess að það er ekki ljóst sko hvert við erum að fara. Nei, þú veist hver verður næsti samfélagssáttmáli. En þú talar svolítið eins og við séum á leiðinni eitthvað eins og við vitum hvert við erum að fara. En kannski það bara þannig að það er ekkert samkomulag það hvert við förum. Ég held reyndar sko að við manneskjan vitum það aðeins betur heldur en kerfin. En manneskjan eru kerfin og þannig að það er mínu upplifun til dæmis að meðan á heimsfaraldrinum stóð, þá hafi margt fólk vaknað upp í einhverjum skilningi til þess sem raunverulega skiptir máli. Heilsan, tengslin þín við aðra, tengslin þín við náttúruna, sáum til botns í gruggum vötnum og heiminn, við sáum til himins í menguðum borgum, við áttuðum okkur á að það að vera heima hjá okkur og borða máltíð með okkar nánustu var bara stæðsti atburður dagsins og bara kannski það mikilvægasta sem við gerum. Ég held að við margt gerst hjá mörgum, en svo förum við aftur að einhverju leyti inn í kerfin sem eru barnsins tíma og það er einhver ástæða fyrir því að þá verður til einhver hreyfing víða var þetta kalla stóri vinnustæðaflóttin, margir sem segja upp störfum, mjög margir sem vilja ekki fara aftur inn í það að ferðast langan tíma til og frá vinnu, marga konur sem vil ekki fara aftur í hælaskó eða taka sér til. Svona endurmata á lífsgæðum. Virkilega mikil og það held ég reyndar að hafi verið byrjað áður því að unga fólkið okkar, ég hef verið að skoða gögn frá svona kynnslóðagögn í langan tíma, bara frá því ég var kennari við Háskólann í Reykjavík og það að eiga sér stað ofboðslega mikil breyting á gildismati. Unga fólkið okkar okkur foreldra betrungar held ég í gildismati. Þau eru líka blankari, þannig að þau verða að sætta sig við lægri Já, það er erfiðara fyrir þau og þau hafa áhyggjur. Ég heyri það þegar ég hitti ungt fólk að það velti fyrir sér
bara ef við tökum bara svona nærtæk verkefni, hvernig á ég að koma þaki yfir höfuð á mér hérna á Íslandi með þessa vexti, með þessa verðbólgu, með þetta fasteigna verð. Og ef ég get það ekki, sem ég kannski alveg tilbúin til að sætta mig við, því að nýtt fólk oft með önnur viðmið, af hverju þá ekki heilbrigður leigumarkaður, þar sem að ég get tryggt mér og minni fjölskyldu þak yfir höfuð, þar sem ég get líka treyst á, ég geti fengið leikskólapláss og annað og börnin mín geta farið í sama skóla, ég heyri þetta. En þau hafa líka bara áhyggjur, hvað er ráðafólk að gera núna í loftslags- og umhverfismálum, í því að byggja upp samfélag sem er í meiri sátt, því að sundrungin fer illa í fólk á öllum aldri held ég reyndar. Þau eru að velta fyrir sér hlutum eins og verður passað upp á þetta land, mun ég taka við saman landi og sama samfélagi og sömu tækifærum og foreldrar mínir hafa fengið. Þannig að þetta eru kannski fyrstu kynslóðurnar sem eru núna vaks og grasi sem eru ekki að horfa til þess að þeirra raunveruleiki verði jafngóður eða betri heldur foreldrar þeirra. Sem sannarlega var reynslan fyrir okkur að foreldrar mínir áttu bara kröfuharða æsku, sérstaklega pabbi sem var munaðlaus ungur og þurfti að berjast fyrir öllu sem að hann fekk og mamma líka og þau kendu mér að berjast fyrir mínu og ég hef reynt að kenna mínum börnum það en þau bara ein kynslóð, þeir eru rauninni komin ótrúlega langt frá því sem að var veruleikin fyrir mína foreldra en þau eru byrjuð að hafa áhyggjur af sínum möguleika. Þetta bara nýr veruleiki. En ef við talum við kerfin og pólitíkina, ímyndum okkur að það séu svona samfélagssáttmálar þannig eftir stríðsárana og nýfrjálsvíkinnar og við nú erum við okkur svona óljósu tíma. Hver nýji sáttmálinn? Það verðist verið í pólitíkinni. Það sem að rís upp úr eftirhruns árunum er Trump, Boris Johnson, Meloni, Svíþjóðardemókratar. Já, og þetta ertu komin... Þetta ekki anda þess að við höfum átt okkur á því og ætlum núna að vinna og starfa saman í meiri sátt og samlyndi og horfa á það sem raunverulega skiptir máli. Þetta eru fólk sem ætlar að verja okkur fyrir einhverju ímyndari ógn. Já, þetta fólk sem spilar inn á ótta. Og ekki að við erum ekki að fara að búa til framtíð saman. Nei, ég sammála því og þannig eru við, ég veit ekki hvort að ég fer of djúpt í andlegu hliðina ef ég útskýri fyrir hvernig ég horfa á þetta en ég ætla að gera heiðarlega tilraun. Í mínu lífi og bara í þeim verkefnum sem ég hef verið í sem frumkvöðull annað, þá hefur alltaf verið mjög svona djúp hóla áður en framfærir eiga sér stað. Það er mínu upplifun að samfélagið sé ég þessari djúpu hólu núna. Og ég bara meina það, ég get nefnt sem dæmi bara úr þessu framboði til að gera þetta raunverulegt að daginn sem að fyrstu kappræðirnar átt að eiga sér stað 3. maí að þá vaknaði ég rallus og hélt bara að ég þyrfti að hendin hanglaðinu og ég var bara í mjög djúpri hólu klukkutíma áður en ég átt að mæta upp á RÚV og síðan fór ég inn í kappræður sem að voru svona fyrsta tækifæri mitt til þess að eiga samtal við þjóðina og skiptum við þar að leiðandi öllu máli og það gengur. Valmann Rómi segir að þú hefði staðið best. Já, ég fekk allavega góð viðbröð og náði að fá röddina tilbaka með góðra kvennahjálp en ég var í djúpri hólu og veltiði fyrir mér fuglustu alvöru hvort ég ætti að hendin hanglaðinu. Ég hef verið á svipuðum stað þegar ég var stofnaði eigið fyrirtæki árið 2007 á svona hápunkti látana og enginn hafði trú á því sem við vorum að gera og ég sjálf átti alveg mínar hólur þegar það virtist vera að einhverjar hugmyndir sem ég trúði ekki á væri að fá brautagengi frekar en þær hugmyndir sem ég trúði á. Þannig að ég held að við séum í þessari hólu núna og það sé að því að við erum óttaslegin og að því að við erum andlega ekki á góðum stað að þá eru aðilar sem eru mjög góðir í að nýta sér það. Og að því að stjórnmálakerfið er einhvern veginn byggt upp að það horfi til mjög skamstíma og reyndar allt í kringum kapitalíska kerfið þannig líka, áherslan á skamtíman, að þá eigi svona flóknari hugmyndir og flóknara samtal langtíma sýnina og nýju kerfin sem taka við þessum sem eru með Vannanlega þá bara kemst ekki lengra vegna þess að við þurfum að fara að skipta yfir í næsta dagskrárlið. Það er eiginlega tilboðið sem er í samtali í samfélaginu. Að þú nærið ekki að koma fram með eitthvað sem er nýtt og öðruvísi. Þess að bara við höfum ekki tíma. Við þurfum að fara í auglýsingar eða halla nú er komið nóg eða þetta er bara orðið stórkostlegt vandamál. Þetta er orðið stórkostlegt vandamál og ég held við þurfum miklu meiri dýpt núna í þetta samtal og aðra aðferðafræði. Ég held að það sé tiltölulega lítil eftirspurn eftir þó að þessir leiðtogar hafi komist til valda til skamstíma, þá held ég að það sé tiltölulega lítil þörf í kerfinu fyrir leiðtoga sem segja ég er með svarið, við förum bara aftur tilbaka eða ég er með svarið við útilokum alla útlendinga eða ég er með svarið við ölum á einhverju sem að ég myndi kalla ótta en ótti er svona að þú getur móbilisera fólk til skamstíma á óttanum. En það sem að ég er að tala fyrir er að það sé önnur leið
og hún gangi út af það að við getum leitt fólk saman til þessara dýpra og flóknara samtals og samstarfs þetta nýja, að við fáum að byggja það saman, en það komi ekki einhver forseti hér eða annar staðar eða stjórnmálafólk eða forystufólk í atvinnulífi eða listamenn eða aktivistar og segja, ja, þetta allt ónýtt. Ég með hugmyndina fylgiði mér. Ég held bara að það sé ekki hægt af því að traustið í samfélaginu svo lágt. Þannig ég held að við þurfum nýja aðferðafræði og ég held að nýja aðferðafræðin sé að leiða fólk saman sem hefur miklar meiningar en ólíkar og búa til fallegt ferli í kringum það og leyfa okkur tvennt annars vegar að dreyma þetta nýja og ég held að sé mikilvægt að dreyma og leyfa sér að segja hvernig geti þetta litið út og finna svo og vinna saman að leiðanum þar sem að við finnum sameiningarfletina. Ég held að málamiðlun sé fallegt orð og ég held að þurfa að leita sátta í mörgum flóknum málum sem að við erum að taka Þú þekkir með þetta vel að við Íslendingar fórum þessa leið við að mynda nýja stjórnarskrá. Já, við gerum það og undan því þjóðfundin sem ég kom að 2009 og síðan mótuð ný stjórnarskrá sem að bæði var þjóðin samþykkti að yrði grunnur að nýrri stjórnarskrá í þjóðaratkvæðagreiðslu. Allar kannanir hafa sýnt það að nýtur mikils meirihlutastuðnings í þjóðarinnar en þessu var bara hent. Já, þetta var allavega, þessu var leitt að sofna, þessu ferli, þessu fallega ferli og ég held að það hefði verið til þess fallið að byggja upp traust, það ferli, því að það var fallegt ferli. Það náttúrulega byggir ekki upp traust að fara gegn niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu. Nei, þú gerir það ekki og það kannski ein af ástæðunum fyrir því að okkur hefur ekki tekist betur upp að byggja traust, að við leyfðum því ferli ekki að hafa framgang og þó að framgangurinn hefði ekki verið ný stjórnarskrá eins og hún lá fyrir en þó að það hefði verið, ég hef sagt það hvar sem að fólk vil heyra þetta auðvitað pínulítið viðkvæmt vegna þess að í einhverjum tilfelli forsetaframbjóðandi þá að tala kafla sem fallanum sjálfan sig mögulega en kaflinum forseta, ég held við sjáum svo mörg merki þess að þó ekki hefði verið annað en sákafli til dæmis hefði fengið framgang en auðvitað voru mörg önnur atriði þarna og við erum ennþá að talandi um kerfi sem eru úreld að við erum með stjórnarskrá sem tekin frá Dönum, konungsríki árið 1944 þegar við erum miklu færri og það eru svo mörg merki í stjórnarskránum að það hafi kannski ekki fengið meðferð þjóðarinnar sem hér býr og sannarlega ekki þjóðarinnar sem hér býr í dag. Nú ég ekkert endilega talsmanneskja þess að stjórnarskrá ég auðveldlega að breyta eða stöðugt verið að breyta en ég hef ekki séð bara á sögunni að þessi þjóð sem hér býr hafi nokkuð tíman í rauninni fengið þann tækifæri að taka þátt í að móta sína stjórnarskrá og ég tel að fólki þeir að móta sína stjórnarskrá. Og svo í sjálfum sér ekkert að því þótt að stjórnlaga þing komi saman á 15 ára fresti og endurskoða stjórnarskrána. Akkurat ekkert að því og ég held að það gæti verið ákaflega mikilvægur þáttur í að byggja upp traust í samfélaginu að þetta ferli fái framgang. En ég held að það sé annar hlutur líka. Ég hef stundum vísað í það að sá maður sem að réði mig til starfa sem forstjóra B-tím fyrir 6 árum að hann tók við einu stærsta neytendaveru fyrirtæki heims 2009, í janúar 2009, bara akkurat í miðjun á þessari alþjóðlegu fjármálakrísu þegar kerfinu voru að hrynja ofan á okkur. Og hann hafði, og þetta fyrirtæki skráð á markað, hann heitir Pól Pólmann og var þá forstjóri Unilever, heitir fyrirtækið og það var það bil 120 ára gamalt fyrirtæki minni með hollenskt fyrirtæki sem hafði verið byggt uppalega mikill í hugsjón, en séðan skráð á markað. Og þegar hann tekur við fyrirtækinu þá ákveður hann að stíga fram og segja við sína fjárfesta að ef að þau hafi áhuga á ársfjórðungslegum uppgjörum og allir í áherslu á fjárhagslegum arð til hluthafa á ársfjórðungslegum basis, þá sé bara eins gott fyrir þau að selja hlutabréfin sín núna því í rauninni hafa hann enga áhuga að vinna með þeim. Hann ætla að tala við sína hluthafa einu svona ári og hann ætla að gera áætlun sem gengur út á að fyrirtæki verði til í önnur 100 ár. Og degi ekki í þessari miklu samfélagsumbyltingu sem eiga sér stað. Og það svolítið merkilegt að ég átti vonaði þá, kallaði mig Bjarsína, að fleiri fórstjórar fylgdu í fótsporans, að þeir hafa verið og fáir, en hann hafði alveg rétt fyrir sér. Þetta held ég, hann var fórstjóri í 10 ár og hann breytti fyrirtækinu, hann gerði það vinsalasta vinnustanum vegna þess að það eru svo margir sem vilja vinna hjá fyrirtæki sem að reyna að fara í þessa jákvæðu umbyltingu. Hann skilaði fjárfestum mjög viðunandi arðsemi en hann hafði kannski mest áhrif á hluti eins og að útrýma þrælahaldi í birgðakeðjunni sinni, í að virkilega einbeita sér að bara mannréttindum og
og jöfnuði og hlutum eins og að lyfta gólfinu í launum og mörgu sem að forstjórar hafa kannski ekkert verið að fara fyrir og hefur og var mjög virkur sem stjórnarformaður B-Team, forstjóri ICA tók síðan við á honum og að feta mjög svipað og ábyrga leið, þannig að það eru þarna fyrirtæki sem að reyna að sýna gott fordæmi. Þau eru fá? Þau eru fá, allt og fá og það þarf að breyta, það ekki nóg að biðja fyrirtækjum að gera þetta fyrir, af eigin hugrekki þó að ég sé að reyna að gera það vegna þess að stjórnvöld, af því að það kannski punkturinn sem ég vildi koma á framfæri, hvar eru stjórnvöld sem að horfa til langs tíma og taka jafnvel 50 ára sýn það hvernig samfélagið á að breytast. Ég sé ekki mikið af þessu. Ég sé ekki mikið það að við séum að koma saman þvert á þá þessa hugrökku fórstjóra, þessi hugrökku stjórnvöld, hugrökka aðila og fulltrúa næstu kynslóðar og aktivista og artista. En þetta þó það sem við höfum verið að reyna að gera í B-Team og við höfum verið að nota ferli sem við köllum appreciative inquiry, sem í rauninni vel rannsökuð akademisk aðferð sem gengur út á það að við tölum ekki bara saman og dreymum betri framtíð, heldur byrjum við að hanna nýjar aðferðir og lausnir við að búa til þennan nýja heim saman, þvert með fulltrúum allra í kerfinu. Og þetta held ég að sé aðferðafræði sem að við þurfum að tilengja okkur í vaxandi mæli í heimi þar sem enginn treystir hvor öðrum. En var þetta að taka dæmi að þjóðfundunum sem er svona framkvæmd? Var í rauninni svona aðferðafræði. Já, sem var svona aðferðafræði og hérna kemur fólk saman og það má alveg heyra samhljóminn og það er svona viljað til þess að gera. En hins vegar ná þær breytingar ekki fram vegna þess að það rekast í eitthvað annað. Og þú ert að tala að þróa eitthvað svona tæki og tól sem að maður nota í fyrirtækjarekstri og kannski stofnunum ríkisvaldsins, en það þarf viljinn til þess að nota þau, þarf að vera til staðar. Og það ekki, heimurinn ekki þannig að við setjumst niður og komumst að bestu hugmyndinni og sem sammála hana, að þá verði hún, því það eru einhver öfl í samfélaginu sem að koma í veg fyrir það, sem að verja sín völd, sín áhrif, sín auð, sem að hafa bara sára litla áhuga á að breyta samfélaginu. Við þurfum réttlátari reglur. Það er alveg ljóst. Og finnst þið það er ekki nóg að vera að tala á vettvangi B-Team og svona, að það verður ríkisvaldið verður að koma og það verður að nota afl ríkisvaldsins til þess að breyta. Já, og það er tvennt sem langar að segja varðandi þjóðfundin til dæmis 2009 og líka þau sem fóru í gegnum þjóðfundin og stjórnlega ferli sem að var í kjölfari. Ég held í rauninni hafi samt meira breyst en við áttum okkur á. Ég held bara að breyta samfélagum tekur miklu lengri tíma heldur en við kannski, og ég tala bara fyrir sjálfa mig, hef þolinmæði fyrir. Ég held að það sé mikilvægt að minna okkur á að því það verður eitthvað breyting hjá okkur sem tökum þátt í þessu, innra með okkur og fólkið eru kerfin en við þurfum fólk sem að kemur utan kerfisins til þess að fá umbreytingarleiðtoga því að fólk sem að hefur alltaf verið hluti af kerfinu kannski ekki að fara að finna eins mikið hugrekki til þess að horfa á kerfið, stíga út fyrir það og vilja taka þátt í umbreyta því og við þurfum, þannig að ég held að það sé mikilvægt og ég vil bara segja þetta. En ég að sjá ótrúlega mörg merki þess að það séu breytingar sem hafa átt sér stað hjá fólkinu í kerfinu og þó að breytingarna sé ekki að gerast eins rætt og ég vildi og ég verð fyrsta manneskjan til að segja það, þá hef ég farið núna allt land og átt samtal við fólk og sess bara svona í kringum borðin eða í sófanum og átt samtal og ég finn þetta hungur hjá þjóðinni að fá að taka þátt í samtali. Nú hefur ég komið hérna inn til þín í tvígang og í þriðja skipti í upptöku hérna einmitt stjórnlagaráð og þá hefur fólk setið hérna frammi hjá þér í svona ring og að tala saman. Og þetta gerist á heimilum eldri borgara allt land, þetta að gerast hjá ungu fólki, við erum með kosningamiðstu unga fólksins, þau að ræða þetta, þau að ræða af hverju þau vilja forseta sem langar að gefa þeim sæti við borðið. Þannig að ég held að fólk sé tilbúið í þetta samtal, Gunnar Smári, en ég get ekki lofað því að þetta sé alltaf auðvelt og að við séum 100% sammála. En ég að upplifa að við séum meira sammála heldur en umræðan á samfélagsmiðlum gefur til kynna. Já, og ég að finna meiri samhljóm og mér langar svolítið að reyna að vinna með það. Að staðin fyrir að vinna með háværustu upprópanirnar, að vinna með þennan samhljóm og þessa mennsku og þessa friðsætli nálgun á að móta samfélagið heldur en mér finnst kannski vettvangur stjórnmál að gefa okkur og það held ég að geti gerst ef að við finnum hugrekkið og fáum heimili fyrir þessi gildi og þetta sem sameinar okkur
og það sé ég Bessastaði sem bara rétta heimilið fyrir. Ég held við þurfum ekki forseta sem heldur að hann eða hún hafi öll svörin, en ég held við þurfum og bara sé bráðnauðsynlegt að við fáum núna forseta sem langar að hjálpa þjóðinni að finna svörin. Sem að telur sig hafa tækin sem að getur hjálpað okkur að komast að finna svarið. Og hugrekkið til að fara í þá vegferð. Já, hérna... Og þetta þykir óhóflega bjartsýnt. Já. En að vonleysi vísasta leiðin til þess að þetta gerist ekki. Já. Og bjartsýni og jákvæðni og hugrekki vísasta leiðin til að þetta gæti gerst. En við erum í hólu. Já, ég held við séum í svona hólum. Og þú ert að leggja til að leiðin út úr hólinu svona annars konar samtal á breiðari grundvelli að fólk komi og við kannski snúum að okkur svona það sem við erum sammála, sömuleyti bara svipað við erum að reyna að gera hérna við rauðaborðið, að við erum mest svona að tala þessi 85% sem við getum náð saman, en svo náttúrulega tökum við stundu svona hannaslag 15% sem við erum ósamála, svona inn á milli, en mest erum við bara að reyna að tala reyna að átta okkur á því hvar við getum náð svona saman og það svona þín tillaga. Populistandi koma og segja, herðu, ég með lausnina út úr þessar hólu, að það að fara 1950 og ekki að fara þangað eða búa til bara eitthvað. Það eru auðveldari leið í frambúð að fara þá leið, en ég get ekki hugsað mér þá leið ég hef enga trú á henni. Já. Ég held að sé ekki að fara tilbaka. Þú ætlar ekki að bjóða upp á lausnina, þú ætlar bara að bjóða upp á leiðina sem við getum farið. Já, og ég með langar að að því við byrjuðum andlegu svona uppliftinguna eða hvað við eigum að kalla það, mér langar að segja ferli sem slíkt hefur jákvæð áhrif, því að þáttaka í einhverju tilgangsríku ferli, það bara andleg hjálp í því, það hef ég bara margoft séð í mínum stöðum. Þess vegna ættum við kannski ekki að heimta að við verðum með svörin í upphafi, því að ef við leggjum leiðina þá kannski áttum við okkur á því við endan að svörin eru önnur heldur við gátum séð fyrir. Akkurat. Þess vegna leiðin svona mikilvægt. Það ótrúlega mikilvægt, ferlið og leiðin og hvernig haldið utan það. En ég held að samhliða þessu sé mjög mikilvægt og ég hef mikinn áhuga á því að fara í ákveði átak, samfélagslegt átak til að bæta andlega og samfélagslega heilsu. Og þar hef ég bara verið að hugsa mikið hvað allir þessi skjár sem eru svo stór hluta lífin okkar, 9 klukkutímar á dag hjá unga fólkinu, þar af 5 á samfélagsmiðlum, 240 tilkynningar, við erum einhvern veginn að missa tengslin við okkur sjálf og hvort annað og náttúruna og þetta allt lífsnauðsynlegt. Mér langar til þess að tala hluti eins og eigum við að prófa af alvöru að vera með símalausa skóla, þannig að við getum hjálpa börnunum okkar að fá svona eðlilegri þroska og taka þátt í svona heilbrigðari umræðu án allra þessara áhrifa, því að þau eru sjálf að segja okkur að þeim líður illa. En get ekki hætt vegna þess að allir eru á samfélagsmiðlum. Ég veit ekki heldur hver öll svörin í þessu en væri ekki gaman ef við gætum leitt saman alla þá sem að velta fyrir sér þessari miklu vanlíðan sem við virðum skynja og gætum samhliða að fara í ákveð átak í samfélaginu þannig að andleg heilsa okkar nái að vaksa á sama tíma og við tökum samfélagslega samtalið hvert við erum að fara, finnum meiri tilgang með okkar lífi, í okkar samfélagi, vonandi á okkar vinnustöðum, að við innleiðum meiri mennsku á vinnustöðum, það eitthvað sem við hefum mikið verið að gera í B-tím. Ég einhvern veginn held að þetta sé flóknara verkefni heldur en að það sé eitt einfalt ferli eða eitt einfalt svar, en ég algjörlega sannfærð trú mína á að þegar gott fólk kemur saman í góðu ferli og grunni góðra gilda, þá gerist ekki neitt verra, við förum bara í réttari átt. Margir frambjóðandana eru með einhver svona greiningu á samfélaginu eins og við séum ekki á svona óskastað. Ég held að við séum sammála það, við sem erum í frambjóð. Já, ég veit ekki hvort að við erum alveg öll, ég þori ekki að segja það. Ég meina við þekkjum frá Jóni Gnarr leiðindin, þess að tala eins og við séum bara með vitlausan fókus, við höfum að horfa meira á svona skapandi lausnir sem svona við getum búið eitthvað til. Ég held að við Jón séum sammála það. Já. Í staðin fyrir að vera í einhverju svona vörn, kannski þetta svar við því, þú þekkir kannski Adam Curtis sem er heimildamyndagerðarmaður frá BBC, hann sagði að fram til 1980 hefðu stjórnmálin verið að selja okkur framtíð og þessar hugmyndum að við myndum að geta búið til nýtt samfélag saman. Síðan þá hefa stjórnmálin verið að selja okkur óttan, að þau sem myndu verja okkur fyrir okkur ógnað utan og þess vegna séu við orðin næstu ófærum að tala það, hversum framtíð við höfum að fara í. Hún hefur bara ekki verið á dagskrá. Hugmyndin hefur líka verið svo að framtíðin kæmi bara með tæknibreytingum eða bara markaðnum, þannig að við þyrftum ekki í sameiningu að vera að búa til framtíð. En mann finnst það, já mörgum svona hugmyndum að við séum kannski ekki á allra besta stað.
En lausninnar eru kannski ólíkar. Lausninnar og leiðirnar eru ekki endilega þær sömu. En mér langar að spyrja áriðanleikan. Af því að þú ert að tala að við verðum að gera þetta og populistanir benda á eitthvað annað. Ef að við sittum í þessari hólu áfram, hvað gerist? Ef við finnum ekki leiðin út. Ef við finnum ekki leiðin út. Ég er að spyrja svona áriðanleikan og alvarleikan í stöðinni. Já. Hversu áriðandi frambúðið? Ertu að segja það? Ég væri væntanlega ekki aftur 8 árum síðar en mér finnst það ekki vera orðið mjög brýnt. Og þér finnst þetta að vera svona, ef við gerum ekki eitthvað, þá munum við horfa á auki stríð í heiminum, við munum horfa á meiri upplöstin í samfélaginu og við förum kannski á þann punkt að við eigum ekki tækin lengur til þess að... Ég held að við séum bara, þetta er nefnilega erfitt fyrir mig að tala þetta og ég ætla bara, það er svo þung tilfinning í hjarta mér hvar við erum. Og þá er ég ekki bara að tala í okkar samfélagi heldur bara í heiminum. Þar sem að sífellt fleiri velja stríð, þar sem við sáum sífellt fleiri leiðtoga, þar sem ég kalla af gamla skólanum, úreldu leiðtoga, þeir eru að nota úreldu leiðtoga bókina þar sem að sívaxandi átök eru við tölum Rússland, Úkraínu og Miðausturlönd hér mikið heima. Það eru 17 stríð í Afríku, mér finnst þetta gleymast, átökin er að vaksa í Suður Ameríku víða og þar sem ójöfnuðurinn er ósjálfbær og ójöfnuður innan landa og innan heimsins er ósjálfbær. Og samfélagsáttmálinn er allstaðar einhvern veginn komin að þrótum og trausti lágt. Ég held, og ég trúi því, ég væri ekki hérna aftur í framboði ef ég tryði þessu ekki, að þráttur í þessa erfiðu stöðu, ég er verulega jartengt erfiðleikana sem við stöndum frammi fyrir. En ég vísa stundum í greiningu sem einn helsti áhættugreinir heimsgerði, Ian Bremmer, hann gefur út helstu áhættur heims í janúar á hverju ári, búin að gera það í 20 ára. Helsta áhættan í janúar á þessu ári var að Amerika er í stríði við sjálfan sig. Mér finnst þetta að segja svo margt. Það var allt hitt stríðin og kjarnorkuvopn og ójöfnuð og allt þetta. En Amerika í stríði við sjálfan sig var númer 1. Við erum búin að sjá merki hér að við gætum farið í þá vegferð og erum jafnvel að stíga ykkur skref í þá átt. Við höfum tækifæri sem lítil þjóð að stíga ákveðin skref í átt að samfélagslegum sáttmála sem getur verið öðrum til fyrirmyndar. Það ferli byrjaði að mínum að þetta er 2009. Við erum búin að planta sæðum sem að við gætum vökvað og gætum fengið að vaksa. Og ég hef þá trú að þetta litla samfélag geti fundið alveg einstakann tilgang í heimi sem er í tilgangsleysi og jafnvel vonleysi. Geti fengið að vera fyrirmynd í hlutum sem við þegar erum fyrirmynd í, sjálfbæra orkunýting, jafnrétti, sérstaklega kynjajafnrétti, ég myndi vilja stækka þá fyrirmynd og friði, þar sem við höfum trúverðuleika. Og í lýðræðislegu þáttökusamtali þróun samfélag sem gengur upp á svona tímum. Þannig að ég er svolítið þeirra skoðunar að þetta pínulitla land geti orðið fyrirmynd í hvernig við gerum þetta. Og það geti verið stóra framlag Íslands í heimi sem er týndur, að við getum sýnt hvað er mögulegt í þessu litla en sterka og skapandi samfélagi. Og einmitt, eins og Jón Gnarr sagði, nýtt sköpunargáfu okkar til þess að sýna nýjar leiðir í heimi þar sem að gömlu leiðirnar augljóslega eru ekki að virka því þær hafa gengið svo langt að við erum bara mjög nærri því að ganga fram að mörkum jarðar, það sé bara lífvænlegt á þessari jörð. Við erum mjög nærri því að ganga fram að mörkum samfélagsáttmálan að það sé bara lífvænlegt í okkar samfélagi og við erum mjög nærri því að ganga nærri bara okkar persónulegu heilsu þegar að svona stórluta ungu fólki og stórluta eldra fólki er að senda okkur þessi skýru skilaboð vanlíðan. Þannig að ég gæti komið margar aðrar ástæður en núna er tíminn og ef við veljum hann ekki núna að þá óttast ég auðvitað að bara börnin mín og vonandi fæ ég barnabörn því að í vaxandi mæli heyri ungt fólk velta fyrir sig hvort að vilja eignast börnin í annan heim að ég veit bara ekki hvort að þau velji að vera hér. Ég veit ekki hvort þau velja eignast börn. Ég veit ekki hvort þau velja að hafa trú á framtíðina og þó að þau séu bæði að njóta góðrar geðheilsu í dag og dóttir mín sé að velja sér starf í að vinna að geðheilsu ungs fólks því að hún hefur það miklar áhyggjur af þessu. Ég veit bara ekki hvort að þau lendi líka í tilgangsleysi og vonleysi og út af brautinni og þannig að þetta stendur mér nærri persónulega, þetta stendur mér nærri sem Íslendingi og þetta stendur mér nærri sem manneskju sem að býja í heimi sem að getur valið aðra leið en stríðandi fylkingar
sem velja hatur, ljótleika, ofbeldi yfir frið, gleði, hugrekki til að búa til betri heim. Þú nefndir svona plattform sem Íslendingar getur haft meðal annars frið, en er ekki verið að grafa undan honum? Nú erum við farin að senda vopn á vígvöllin. Við erum mjög herská í öllu tali, hvort sem á við Úkraínu eða Gaza. Erum við ekki bara að grafa undan þessum plattformi, þar sem að við höfum einhverja sérstakar stöðu sem vopnlaus þjóð sem aldrei hefur farið með ófriði gagnvart öðrum þjóðum höfðum? Ég hef talað mjög skýrt um þetta og mér er nefnilega mjög þungt fyrir hjarta yfir þessum vopnakaupum. Og ég finn það að hvert sem ég fer þá á það við Íslendinga. Ég held bara að ég hef ekki hitt eina manneskju sem hefur verið sammálaði að þetta hefur verið góð hugmynd. Einstaka manneskja hefur reynt að útskýra þetta væntanlega hluti af samningum okkar við Atlantshafsbandalagið eða NATO. Þá hef ég velt því upp hvort ekki sé hægt að semja öðruvísi í varnarbandalagi því að þarna finnst mér hafa verið farið yfir einhverja línu frá... Ég held að ekki bara fyrir að við höfum alveg getað gert það sko. Við höfum á engan hátt bundið því að semja. Það er alltaf hægt að semja og ég hef lagt það til að í þessu tilveiki hefði kannski mátt til dæmis leiða fyrirtæki sem að gera hér sérstaklega hluti af borðinu eins og Keresis með sáraumbúðir og þorskróði eða Össur með stóðtæki sem vantar eða bara mannúð og mennsku og hjúkrunarfólk og ég held að það sé ýmislegt annað sem hefði mátt ræða heldur en að leggja til fé til vopnakaupa. Og ég hef líka sagt, Gunnar Smári, og mér finnst ekki erfitt að segja þetta en í einkageiranum gæti forstjóri í fyrirtæki ekki sagt að innkaupastjórinn hafi tekið þessa ákvörðun og forstjórinn ber ekki ábyrgð. Ég ætla ekki að taka dýpri árin en svo en það er mjög alvarlegt að svona ákvörðun sé tekin án einhvern veginn aðkomu án umfjöllunar og svona stórt skref af því að þarna virðist vera bara gengið þvert á grunngildi þjóðarinnar sem að vill vera friðsæl þjóð og leggja áherslu á frið. Og við erum með trúverðuleika í því. Ég hef talað áður við þig og aðra 11. október 1986 þá ég skiptinni í Bandaríkjunum og þjóðhöfðingjar stórveldana, Reagan og Gorbachev hittast hér til að hefja samtalið endalok kalda stríðsins. Við komumst á korti þann dag í heiminum sem vissi ekkert okkur fyrir jafnrétti því að Vigdís var forseti og gekk þarna á milli þjóðarleiðtogana og hér var upphaflega samtalið frið. Þannig að ég hef viljað og vil tala fyrir og myndi tala fyrir verði ég forseti því að friður sé alltaf valið, að við þurfum þá að vera friðsæl þjóð, okkur þarf að líða vel, við getum ekki verið ljót við hvort annað á þann máta sem ég upplefa við erum í dag, í okkar orðvali og okkar samtali, ef við ætlum að velja frið, þá verður það að byrja innra með okkur, en ég myndi vilja tala fyrir því. Og þú byggir þetta á bara samtölum þínum við fólk sem þú lítur á þess að bara almennur vilji í Íslendinga? Bara 100%. Og ég treysti mig bara til þess þegar maður búin að hitta... Þetta kannski dæmi það að kerfin okkar geta verið að fara einhverju allt aðra leið heldur en að... Eru bara gangur takt við gildi þjóðarinnar. Og það er ótrúlega mikið í þessu forsetaframboði spurt út í stjórnarskrána sem vissulega mikilvæg og stjórnskipan landsins og hvort að við myndum nýta 27. greinina og hvort við myndum skipa ráðherra eða skrifa lög eða allar þessar svona kannski heimildir í forsetakaflanum sem að fólk hefur ekki fundist vera skýrar og ég held að sé alveg ljóst að ekki alveg skýrar. En það ekki eins mikið talað samfélagsáttmálan og ég tel að heimili samfélagsáttmálans eigi að vera á Bessastöðum. Það eigi gildin að vera, það eigi að ræða langtíma sín landsins langt umfram þessi 4 ár sem að stjórnmálin ræða, bara til 50 ára, hvernig ætlum við að fara með auðlindir þessa land, þróa fjarðaþjónustu, tryggja að þeir sem að flytja hingað eru nýjir Íslendingar geti lært tungumálið okkar, aðlagast menningunni okkar og við getum búið hér í sátt og samlyndi, verið áfram skapandi þjóð, verið áfram fyrirmynd, stóru málin. Og ég held að það sé það heimili sem hafi vantað og ef að þjóðfundurinn hefði haft það heimili, 2009 og það ferli fengi manneski sem vildi tala fyrir gildum og samfélagsáttmálanum öllum stundum, minn okkur á þau, minn okkur á upprunun okkar, sögun okkar, tungun okkar, allt þetta sem skiptir okkur máli en hjálpaði okkur samt að þróa samfélagið okkar til framtíðar að þá held ég að við værum komin miklu lengra í að byggja upp traust og vera það fyrirmynda samfélag sem ég hef trú á að við getum orðið. Þú gagnrýnir kapitalismann. Gagnrýnir þann fókus sem hefur verið í fyrirtækjarekstri undanfarna áratugi. Þú bendir á að óbreyttu mun þessi sjónarmið.
skaða samfélagið, skaða náttúruna, umhverfið, þannig við verum að gera eitthvað. Já, ég geri það. En þú ert málsvari kapitalismans í leiðinni? Já, ég er málsvari uppfærslu á kapitalismunum. Hversu róttæk er þessi umbreyting sem þarf að eiga sér stað? Ég held að umbætur á kapitalismunum. Hvert vil þú ganga? Ég er með svona kannski 3 lykilbreytur sem að ég held að þurfi að eiga sér stað til að rétta reglurnar, til að regluverkið styðji við mögulega framtíð fyrir næstu kynslóð. Í fyrsta lagi að tímalengdin breytist í þessu kapitaliska kerfi. Ég held að þessi ofur áhersla á ársfjórðungsleg uppgjör og arðsemi til hluthafa eingöngu til svo skamstíma sé bara barnsins tíma. Milton Friedman lagði grunninn af þessu 1970 með ritgerð sinni í New York Times og síðan hefur þetta þróast yfir í það að ég þekki marga fórstjóra sem að vilja ganga betur fram en þeir gera en eru fangar kerfis sem að mæla allt til svo skamstíma og ef þú ætlar að fara og fjárfesta í nauðsynlegum umbreytingum þá verður högg á arðseminni til skamstíma og ég held að þetta sé vandamál. Við erum með, lestu bara viðskiptablaðið, fylgstu með því hvað félögin í Kauphöllin er að gera. Þar eru mörg fyrirtæki eru bara að selja frá sér innviði, eru bara blóðmjólka fyrirtæki til þess að færa eigandunum sem mesta peningin og skilja sig eftir sem hálfgerða skeljar. Þetta er náttúrulega bara anorexía í einhverjum skilningi að þú ert ekki að byggja fyrirtæki sem verður til í önnur 100 ár. Þannig að ég held að þetta skiptir máli. Fyrsta breytan er svona svolítið að horfa til lengri tíma og leiðin, að því mér langar ekki bara að tala um það sem þarf að breytast, heldur leiðin er að fá ungt fólk meira að borðinu. Það er leiðin þar sem ég er að ná til forstjóra sem að þurfa að fara í gegnum hugafarsbreytingu og það er oft bara þegar ég segja þeim að koma á fund og taka dætur sína með. Að það bara breytir samtalið. Þá allt í einu ferðu að horfa býtu hvaða heimur býður dætra minna. Horfa öðruvís á margt. Þannig að þetta er fyrsta breytan. Næsta breyta er að við þurfum að skilgreina nýja skilgreiningu á arðsemi, ávöxtun, árangri. Við þurfum nýja skilgreiningu. Núna er hún arðsemi fyrir hluthafa á ársfjórðungsbasis. Við þurfum að stækka hana. Við þurfum að setja inn í regluverki að áhrif fyrirtækja á umhverfi, á samfélag, á fólk skipti máli og það þurfa að vera gagnsæ upplýsingagjöf það. Helst myndi ég vilja setja verð á auðlindir þannig að það væri skilvirkast ef að það bara kostaði að menga, það kostaði að brenna fólki út en það þarf að breyta skilgreiningu, hún þarf að stækka en að horfum til langstíma, hvernig gerum við það? Þú hefur heyrt mig tala um þetta áður, ég er sannfærð það að þegar fleiri konur fá að sitja við borðið þá kemst umhyggjan fyrir þessum hlutum meira að. Þannig að ég hef lengi verið talsmannskja þess að fjölbreytileikin í forystu skipti máli því að þá stækki skilgreiningin á árangri. Við höfum stigið skref hér á Íslandi en meira í stjórnum heldur en framkvæmdastjórnum og ég held að vinnukúltúrin verði til í framkvæmdastjórnum meira heldur en í stjórnum sem sita í armslengd frá dagstaglegum störfum. Og þriðja sem að ég held að við þurfum að breyta er að við tökum svona að við sjáum fleiri haghafa heldur en hluthafa. Þessi hugmynd sem að Milton Friedman setur fram að eini aðilinn sem skiptir máli sé hluthafinn. Bara einn mælir í mælaborðinu. Bara einn mælir í mælaborðinu. Ég get ekki séð hvernig ef við tökum Amazon, eitt stæðsta og arðsamasta fyrirtæki í heimi, ég get ekki séð hvernig þeir geta byggt upp sína vinnustæði án þess að segja að þeir þurfi vegi og það þarf skattgreiðslur til þess eða skólakerfi eða heilbrigðiskerfi. Og því miður, og þetta er nú eitt af því sem við höfum talað fyrir hjá BeTeam, að það sem við köllum leiðbenningar heilbriða skattahegðun fyrirtæki, að fyrirtæki borgi til samfélagsins þar sem þau starfa. Og við byrjuðum á þessu bara hausti þegar ég kom til BeTeam fyrir 6 árum síðan, við vorum eitt fyrirtæki sem var tilbúið til að gera þetta. Núna erum við komin í nokkra tugi, en það er allt of fá og auðvitað þurfum við stjórnvöld sem hafa hugrekki til þess að breyta reglunum. Þannig að það sé ekki hægt að vera að starfa í samfélögum án þess að leggja nokkuð til samfélagsins því að samfélagið er haghafi, starfsfólkið er haghafi og í rauninni grunnurinn að því að þú skilir hagnaði til lengri tíma litið. Viðskiptavinurinn er haghafi og umhverfið er haghafi því að við getum ekki búið til hagnað til framtíðalitið með því að brenna bæði jörðina undir fótum okkur og fólkið sem að þarf að búa til verðmætin og samfélagið sem að þarf að vera í sátt. Við þurfum að finna aðferðafræði sem að raunverulega lítur á það sem tilgang fyrirtækis, að horfa til langstíma,
að hafa stærri skilgreiningu árangri og sjá að allir sem skipta fyrirtæki máli þurfi að vera sáttir. Og svo ef við förum bara aftur fyrir samfélagssáttmála nýfrjálshyggjunnar þá í svona lok samfélagssáttmála eftirstríðsárna þá var verið að ræða það að starfsmenn ættu að sitja í stjórnum fyrirtækja. Og það fór í gegn í Frakklandi, var mikið rætt í Svíþjóð meira svo Íslandi, svo bara gufaði þessi hugmynd upp. Já, hún reyndar við lýði í Þýskalandi og nokkrum öðrum stöðum og reynist vel. Hún gufað upp úr umræðinni, hún var alvarlega rætt hérna á Íslandi. En bara þessi samfélagssáttmáli nýfrjálshyggjan var svo sterkur að það eins og fólk hafi bara gleymt þessu. Já, ég held að við getum öll hort á og sagt að sú hugmyndafræði bara búin að ganga fram á okkur í öllum skilningi þessu orðs. En það sem að við höfum reynt hjá B-Team sem að mér þykir virka mjög vel og nokkur á okkar fyrirtækjum eru byrjað að gera bara markvisst í sínu stjórnkerfi að það að vera með svona næstu kynslóðar ráðgjafaráð eða þáttöku við borðið. Til dæmis IKEA bjóð til 25 manna næstu kynslóðar ráðgjafaráð sem í rauninni þeirra langtíma stefnumörkunar stjórn. Þá vinna þeirra stjórnendur með þessari næstu kynslóð að því hvernig höfum við bara jákvæð áhrif á umhverf og samfélag, hvað þurfum við að breyta og IKEA að ganga þar bara á undan öðrum með mjög metnaðarfulla aðferðafræði. En óttastu ekki að þetta sé svona grænþvottur og bleikþvottur og hvað það heitir, að þegar að því kemur að það er að taka ákvörðun, þá hlustar IKEA ekkit á þetta framtíðaráð, heldur tekur bara ákvörðun sem að henda hlutum. Þetta er þetta er mjög gild spurning, en ég ætla kannski þarna bara að fá að vísa í mína reynslu og vera bara mjög heiðarleg að ég byrja að mína starfsæfi hjá fyrirtæki sem heitir Mars, nánar tilteki hjá M&M Mars, sælgætislutanum af þeirra fyrirtæki og það fyrirtæki þá er eitt staðista fyrirtæki í einkaeigu í heiminum. Ég fer frá þeim til Pepsi Cola, Norður Ameríku, sem þá taldi fleiri starfsmenn en alla Íslendinga og var staðista skráða fyrirtækið í heiminum. Ég læri snemma á minni starfsæfi að eignarhald skiptir máli og fyrirtæki í einkaeigu eru líklegri til að horfa til lengri tíma heldur en fyrirtæki skráða á markað því það er innbyggt í markaðinn þessi skammtíma hugsun og ég fann þetta mjög snemma þó ég skildi það kannski ekki fyrir aðeins seinna þegar ég hefði fengið meiri lífsreynslu og þroska til að horfa á þetta. Ein af ástæðum fyrir því að IKEA getur verið svona hugrækt fyrirtæki er að fyrirtæki er í eigu stofnunar sem Ingvar Kamprad, stofnandi fyrirtæki sem bjóð til, sem að í rauninni hefur þann eina tilgang að láta gott að sér leiða í heiminum. Þannig að þeir geta hort til langstíma. Þannig andlitslaus kapitalismi sem oft er í þessum stóru fyrirtækjum, það sem að stjórnendurnir bara gera sér í hugalund hvað eigandinn vill á þess að raunverulega hitta nokkuð tíma. Það sé eiginlega verra. Stofnunin er með mjög skýr markmið. Ég er ekki að tala um IKEA, heldur það sem eru skráð fyrirtæki. Það sem er engin sýnilegur eigandi raunverulega, það er bara einn ímyndaði markaður og stjórnendurnir er að gera sér svona í hugalund. Þeir eru að hlaupa í kerfi sem er með ákveðna mælistikur og ákveðna væntingar. Ég held að það sé erfiðara. Og ef við tökum Patagóníu sem er nýjasti meðlimurinn fórsturið þeirra í B-Team sem greina þá, að því minnst það svo falleg saga að þá ákveður stofnandi þess Yvonne Chouinard í fyrra að gefa fyrirtæki til móður náttúru. Lætur í rauninni allan arða fyrirtækinu renna til umhverfisverndar því hann hefur það miklar áhyggjur af því. Það er auðvitað ótrúlega hugrakt og ég er ekki að segja að fyrirtæki þurfi kannski öll að ganga þanga en öll fyrirtæki getur lagt eitthvað að mörkum til þess að vinna úr þeim skaða sem að hefur orðið og vinna að þeirri framtíð sem getur orðið. Þannig að ég er nú að sjá alveg fyrirtæki stíga góð skref en ég er að segja bara mjög hreinskilnislega, ég held að þau lögmál sem að markaðurinn hefur allir verið byggður á séu barnsins tíma og það þurfa að uppfæra þau þannig að þau þjóni næstu kynslóðum og þessum fyrirtækjum. Og það sé áræðandi. En segjum sem svo að þú sért orðið forseti. Og þá er ekki lengur B-Team, heldur Bessastaðateam. Hvernig ætlar að reka Bessastaði? Ég vil ekki að segja að B-hugmyndafræðin kæmur örugglega með mér að einhverju leyti. Það er að segja ég vil... Sérðu fyrir þér að reka Bessastaði sem bara svona powerhouse í þessum breytingum í heiminum? Mig langar til þess að vera umbreytingarleiðtogi, já. En mig langar ekki til að vera umbreytingarleiðtogi sem trúir að ég einn hafi svörin, heldur manneskja sem að vill leiða fólk saman til samtals og samstarfs og sína í gegnum góð fordæmi hvað er mögulegt og mig langar til að gera það á þann máta sem ég kýs að reyna að vinna, frekar í gegnum brúarsmíði heldur en gröft að ég reyni að fá fólk saman sem jafnvel er að deila stór og mikilvæg mál. Ég gerði það nýlega og er að gera það heilmikið í frambúðinu, fá
nýja Íslendinga af erlendum uppruna inn í samtal og hlusta og heyra hvað þar brennur á þeim og hvað má bæta og laga þar, fá þá sem berjast fyrir umhverfisvernd til að tala við þá sem eru ósáttir við að við séum að brenna olíu allt land og tala saman og þetta áhrifaríkt og gengur í rauninni miklu betur heldur en við kannski höldum. Þú getur hlustað og svo verður að gera eitthvað sem fórstu. Og hvað getur fórstu gert? Ég held reyndar að það sem hlutverk forseta sé fyrst og fremst að sko leiða fólk saman til samtalsins og finna réttu aðilana til að fara í samstarfið. Að það getur verið eins og við gerum á þjóðfundi slempi úrtak þjóðarinnar til þess að móta eitthvað en það eru margar stofnanir samfélagsins sem eru að vinna í þessum málum en eru ekki endilega að koma saman og móta saman þessa langtíma sín og aðgerða áætlun á bakvið það. Við erum dálítið eins og fyrirtæki sem bara ætlar að láta að reddast hvað það gerir og ég þekki mjög fá fyrirtæki sem hafa orðið til langs tíma sem gera það. Það vantar þessa langtíma hugmyndafræði og stefnumótun og hún getur ekki lengur komið bara að vettvangi stjórnvalda. Hún þarf að koma og vera mynduð af öllum þeim sem skipta máli í samfélaginu til að þeirri leið verði treyst og til að svo leið endurspegli gildi samfélagsins. Og þetta sé hlutur kostast? Ég sé það sem það, já. Bessastæði sem leiðtogi næstu kynslóðar og þess veruleika sem að tekur við og leiðtogi samfélagsáttar. Og leiðtogi þess að samtal á milli allra hópa og kynslóða, landsbyggðar og höfuðborgar og sé leiðin til að búa til gjöfult samstarfi þá framtíðar. Halla, takk fyrir að koma hingað í kosningabaráttunni. Takk fyrir að gefa okkur tækifæri til að sitja við borðið og eiga lengra samtal heldur en kannski við fáum tækifæri til í þessu frambúði. Ávallt velkomin. Takk. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.